Fyrra Kórinthubréfi 9. kafli. Er ég ekki frjáls? Er ég ekki postuli? Hef ég ekki séð Jesús drottinn vorn? Eru þér ekki verk mitt sem ég hef unnið fyrir drottinn? Þótt ekki væri ég postuli fyrir aðra, þá er ég það fyrir yður. Þér eruð staðfesting drottins af postuladómi mínum. Þetta er vörn mín gagnvart þeim sem að dæma mig. Höfum við ekki rétt til að eta og drekka? Höfum við ekki rétt til að ferðast með kristna eiginkonu, alveg eins og hinir postularnir og bræður drottins og Kefas? Eða erum við Barnabas þeir einu sem ekki undanþegnir því að vinna? Hver tekst nokkurn tíman herþjónustu á hendur á sjálfsíns mála? Hver plantar víngarð og neytir ekki ávaxtar hans? Hver geti hjarðar og neytir ekki af mjólk hjarðarinnar? Tala ég þetta á mannlegan hátt eða segir ekki einnig lögmáli það? Ritað er í lögmáli Móse: Þú skalt ekki múlbinda uxan hann þreskir. Hvort lætur Guð sér annt uxana, eða segir hann það ekki að öllu leyti vorvegna? Jú, vorvegna stendur skrifað að sá sem plægir og sá sem þreskir eigi að gjöra það með vonum hlutdeild í uppskerunni. Ef ég nú höfum sá hjá yður því sem andlegt er það þá af mikið ef ég uppskerum hjá yður það sem líkamlegt er. Ef aðrir hafa þennan rétt hjá yður höfum við þá ekki miklu fremur. En við höfum ekki hagnýtt oss þennan rétt, heldur sættum oss við allt til þess að tálma ekki fagnaðarerindunum Krist. Vitið ekki að þeir sem vinna við helgidómi lifa af því sem kemur úr helgidóminum, og þeir sem starfa við altarið taka hlut með altarinu. Þannig hefur drottinn einnig fyrirskipað að þeir sem predika fagnaðarerindið skulu lifa af fagnaðarerindinu. En ég hef ekki hagnýtt mér neitt af þessu og ég skrifa þetta ekki heldur til þess að svo verði við mig gjört. Mér væri betra að deyja, enginn skal ónýta það sem ég hrósa mér af. Þótt ég sé að boða fagnaðarerindi þá það mér ekki neitt hrósunarefni, því að skyldu kvöð hvílir á mér. Já, vei mér ef ég boðaði ekki fagnaðarerindið, því að gjöri ég þetta frjálsum vilja, þá fæ ég laun, en gjöri ég það tilknúður, þá hefur mér verið trúað fyrir ráðsmennsku. Hver eru þá laun mín? Að ég boða fagnaðarerindið án endurgjalds og hagnýti mér ekki það sem ég á rétt á. Þótt ég sé öllum áháður hef ég gjört sjálfa mig að þræli allra til þess að ávinna sem flesta. Ég hef verið gyðingum sem gyðingur til þess að ávinna gyðinga. Þeim sem undir lögmálinu hef ég verið eins og sá sem undir lögmálinu, enda þótt ég sjálfur sé ekki undir lögmálinu, til þess að ávinna þá sem undir lögmálinu. Hinum lögmálslausu hef ég verið sem lögmálslaus, þótt ég sé ekki laus við lögmál Guðs, heldur bundin lögmáli Krists til þess að ávinna hina lögmálslausu. Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt, til þess að ég geta minnstakosti frelsa nokkra. Ég gjöri allt vegna fagnaðarerindisins, til þess að ég fá hlutdeild með því. Vitið þér ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupa að sönnu allir, en eitt fær sigurlaunin? Hlaupið þannig að þér hljótið þau. Sérhver sem tekur þátt í kappleikjum neyta sér allt. Þeir sem keppa gjöra það til þess að hljóta forgengilegan sigursveig, en vér óforgengilegan. Þess vegna hleypi ég ekki stefnulaust. Ég berst eins og hnefaleikamaður sem engin vindhögg slær. Ég leik líkama minn hart og gjöri hann að þræli mínum til þess að ég sem hef predikað fyrir öðrum skul ekki sjálfur verða gjörður rækur. Fyrra Kórinthubréfi 10. kafli. Ég vil ekki bræður að yður skulu verða ókunnugt það að feður voru allir undir skýinu og fóru allir yfir hafið. Allir voru skírðir til Móses í skýinu og hafinu. Allir neyttu hinnar sömu andlegu fæðu og drukku allir hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinum andlega kletti sem fylgdi þeim. Kletturinn var Kristur. En samt hafði Guð enga velþóknun á flestum þeirra og þeir féllu í eyðimörkinni. Þessi hlutir hafa gjörst sem fyrirboðar fyrir oss, til þess að við verðum ekki sólgnir í það sem illt er, eins og þeir urðu sólgnir í það. Verðið ekki skurðgoðadýrkendur eins og nokkrir þeirra. Ritað er: Lýðurinn settist niður til að eta og drekka og þeir stóðu upp til að leika. Drígum ekki heldur hórdóm eins og nokkrir þeirra drígu hórdóm og 23.000 féllu á einum degi. Freistum ekki heldur drottins eins og nokkrir þeirra freistuðu hans, þeir biðu bana af höggormum. Möglið ekki heldur eins og nokkrir þeirra mögluðu, þeir fórust fyrir eyðandanum. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það ritað til viðvörunar fyrir oss sem endir aldana komin yfir. Sá hyggst standa,
gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð er trúr og lætur ekki freista yður megn fram, heldur unan þegar hann reynir yður, einnig sjáum að þér fái staðist. Fyrir því minnir elskuðu flýið skurgoðadýrkunina, ég tala til yðar sem skynsamra manna. Dæmið þér það sem ég segi. Sá bikar blessunarinnar sem við blessum, hann ekki samfélagum blóð Krists? Og brauðið sem við brjótum, það ekki samfélagum líkama Krists? Af því að brauðið eitt erum við hinur mörgu einn líkami, því að við höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. Lítið á Ísraelsþjóðina, eiga þeir sem fórnina eta ekki hlut í altarinu? Hvað segi ég þá? Að kjöt fórnað skurgóðum sé nokkuð, eða skurgóð sé nokkuð? Nei, heldur að það sem heiðingetni blóta, það blóta þeir illum öndum en ekki Guði. En ég vil ekki að þér hafi samfélag við illa anda. Ekki getið þér drukkið bikar drottins og bikar illra anda. Ekki getið þér tekið þátt í borðhaldi drottins og borðhaldi illra anda. Eða eigum við að reita drottin til reiði, munum við vera máttugri en hann. Allt leyfilegt en ekki allt gagnlegt. Allt leyfilegt en ekki byggir allt upp. Engin hyggja að eigin hag heldur hag annara. Allt það sem selt á kjöttorginu getið retið á nokkura eftirgrennslana vegna samviskunnar, því að jörðin drottins og allt sem á henni Ef einhver hinna vantrúuðu býður yður og ef þér viljið fara, þá etið af öllu því sem fyrir yður borið án eftirgrennslana vegna samviskunnar. En ef einhver segir við yður, þetta fórnarkjöt, þá etið ekki, vegna þess gjörði viðvart og vegna samviskunnar. Samviskunnar segi ég, ekki eigin samvisku heldur samvisku hins. En hvers vegna skyldi frelsi mitt eiga dæmast af samvisku annars? Ef ég neyti fæðuna með þakklæti, hvers vegna skyldi ég sæta lasti fyrir það sem ég þakka fyrir? Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt Guði til dýrðar. Verið hvorki gyðingum né Grikkjum né kirkju Guðs til ásteytingar. Ég fyrir mitt leyti reyni í öllu að þóknast öllum og hygg ekki að eigin hag, heldur hag hinna mörgu, til þess að þeir verði hólpnir. Fyrra Korinthubréfið 11. kafli. Verið eftirbreytendur mínir eins og ég eftirbreytandi Krists. Ég hrósa yður fyrir það að þér í öllum minnist mín og haldi fast við kenningarnar eins og ég fluttiðu þær. En ég vil að þér vitið að Kristur höfuð sérhvers manns, maðurinn höfuð konunnar og Guð höfuð Krists. Sérhvers sá maður sem biðst fyrir eða flytur spádóma Guðs og hefur á höfðinu, hann óvirðir höfuð sitt. En sérhver kona sem biðst fyrir eða flytur spádóma Guðs ber höfðuð, óvirðið höfuð sitt. Það því sama sem hún hefði látið krúnu raka sig. Ef kona því vill ekki hylja höfuð sitt, þá láti hún klippa sig. En ef það óvirðing fyrir konuna að láta klippa eða raka hár sitt, þá hafi hún á höfðinu. Karlmaður á ekki að hylja höfuð sitt, því hann ímynd og vegsemd Guðs, en konan vegsemd mannsins. Því ekki maðurinn af konunni kominn, heldur konan af manninum. Og ekki var heldur maðurinn skapaður vegna konunnar, heldur konan vegna mannsins. Þess vegna á konan vegna englana að bera táknum yfir að mannsins á höfði sér. Þó hvorki konan óháð manninum né maðurinn konunni í samfélaginu við drottin. Því að eins og konan komin af manninum, svo og maðurinn fæddur af konunni, en allt frá Guði. Dæmið sjálfir, sæmir það kona að biðja til Guðs berhöfðuð. Kennir ekki sjálf náttúran yður að ef karlmaður ber sítt hár, þá það honum vansæmd, en ef kona ber sítt hár, þá það henni sæmd. Því að síðahárið gefið henni í höfuðblæju stað. En ætli nú einhver sér að gjöra þetta kapsmáli, þá viti sá að annað ekki venja vor eða safnaða Guðs. En leið og ég áminni þetta get ég ekki hrósað yður fyrir samkomur yðar, sem fremur til íls en góðs. Í fyrsta lagi heyri ég að flokkadráttur eigi sér stað á meðal yðar þið komið saman á safnaðarsamkomum, og því trúi ég að nokkru leyti. Víst verður að vera flokkaskipting á meðal yðar til þess að þeir yðar þekkist úr sem hæfir eru. Þegar þér komið saman það ekki til þess að neyta máltíða drottins, því að við borðhaldi hrifsa hver sína máltíð, svo einn hungraður en annar drekkur sig ölvaðan. Hafið þér þá ekki hús til að eta og drekka í?
eða fyrirlítið þið söfnuð Guðs og gjöru þeim kynróða sem ekkert eiga. Hvað á ég að segja við yður? Á ég að hæla yður fyrir þetta? Nei, ég hæli yður ekki. Því ég hef meðtæki frá drottni það sem ég hef kennt yður. Nóttina sem drottin Jesús var svikinn tók hann brauð, gjörði þakkir, braut það og sagði: Þetta er líkami minn sem er fyrir yður, gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann á bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi bikar er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði, gjörið þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Hver sem etur brauðið eða drekkur bikar drottins óverðulega, verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum. Því að sá sem etur og drekkur á þess að dæma rétt líkamann, hann etur og drekkur sjálfum sér til dóms. Fyrir því eru svo margir sjúkir og krankir á meðal yðar, og allmargir deyja. Ef ég dæmdum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir, en fyrst drottinn dæmir oss, þá er hann að aga oss til þess að við verðum ekki dæmdir sekir ásamt heiminum. Fyrir því skulu þér bíða hver eftir öðrum bræður mínir þegar þér komið saman til að matast. Ef nokkur er hungraður, þá eti hann heima til þess að samkomur yðar verði yður ekki til dóms. Annað mun ég segja til þegar ég kem.